Þegar við spyrjum okkur gagnrýna hugsun, þá held ég sé best að byrja á því að velta aðeins fyrir sér hugtakinu. Það að vera gagnrýnir, lýsingarorðið, getur vissulega þýtt að vera aðfinnslusamur. En ég held að það eigi ekki við í þessu tilviki, alveg örugglega ekki. Við erum ekki að leita einhver sem rýrir gildi skoðunar eða því líkt. Að vera gagnrýnir í þessum skilningi, í þessu orðasambandi, þýðir það að vera athugull á allar hliðar máls. Og í raun og veru held ég að það lýsi gagnrýni hugsun vel. Það er hugsun sem er athugull á allar hliðar máls. Gagnrýni hugsun á sér rætur í vestrænni hugmyndasögu, mest í allri heimspekisögunni. Rökræða fyrir Sókratesar, ýmsu sem Francis Bacon skrifaði það er hugsanavillu sem hann benti á sem við lendum í, sem bara fylgja mannlegu eðli í samfélaginu, búa í fræðasamfélagi og svo framvegis, vera háður skoðunum annara, og svo auðvitað í ýmsu því sem franski heimspekingur René Descartes skrifaði, sem átti kannski lýsa sem einhvers konar aðferðafræði hugsunarinnar. Í þessum skilningi er gagnrýni hugsun nokkurn veginn bara sama og vísindaleg eða fræðileg hugsun. Undir lok síðustu aldar, og kannski á 7. áratugnum eða þar bil, fór að bera á umræðu það hvort þetta ekki efla gagnrýni hugsun í skólakerfinu, í menntuninni. Og þá að byrja kannski fyrst aldrei mikið að leggja mikla áherslu á rökleikni, hvernig ná að finna svona veika punkta í skoðunum annar og eða fullyrðingum annars fólks og í textum. Fljótlega þar á eftir fóru menn að sjá að það mætti kannski aðeins breyta þessari hugmynd, aðeins víkka hann út og meira fór að bera á svona eftirsóknar, eða við ættum að leggja áherslu á eftirsóknarverða eiginleika í hugsun, nokkur svona hugsana dygðir, eins og til dæmis það bara að sækjast eftir upplýsingum, að fúsum af frjálsum vilja, vera opin í hugsun. Og þegar við tölum þjálfun eða eflingu gagnrýninnar hugsunar í dag í menntakerfinu, þá erum við að velta fyrir hvernig við getum samþætt þessa tvo þætti, rökleiknina og þessar hugsana dygðir svoköldu. Þannig að gagnrýnin hugsun er nokkurs konar hæfni. Hún er meira en bara einföld rökleikni. Og þetta er hæfni sem við þurfum náttúrulega að þroska með okkur yfir ákveðin tíma. Við þurfum að temja okkur, þetta er hluti okkar svona hugsana gangi að spyrja ákveðina spurninga, spyrja hvað er til umræðu. Við þurfum að spyrja okkur hvers vegna erum við að velta þessari skoðun fyrir okkur, hvað fær okkur til þess. Við þurfum að velta fyrir okkur samræmi við hugmyndaheim okkar, aðra skoðanir okkar. Við þurfum auðvitað að þekkja helstu rökvillur og svoleiðis, það er ákveðin rökleikni inn í þessu. En einnig þurfum við bara einfaldlega að kunna lesa hugtök, lesa gögn, dæmi verður kannski tölfræðileg gögn sem oft vefjast fyrir okkur. Og að lokum þurfum við að spyrja okkur spurninga eins og hvað gerist ef ég breyti í samræmi við þessa skoðun mína, hverjar eru afleiðingarnar. Svona spurningar liggja á baki þessari hæfni sem ég er að tala um. Markmið gagnrýninnar hugsunar geta verið margs konar. Ég hugsa samt að flestir þeir sem eru að hugsa gagnrýninnar hugsun eins og hún tengist menntun að veltaði fyrir sig hvernig hún tengist þeim sagt svona betra samfélagi, bættum lífsgæðum og svoleiðis. Ég hugsa að við getum ekki lofað neinum að hann verði hamingjusamur af því að beita gagnrýninni hugsun, en ég held samt að það sé hægt að vísa í það að ef við erum ekki gagnrýnir í hugsun, það geti leitt til ákveðinnar óhamingju, við tökum rangar ákvarðanir á röngum forsendum svo framvegis. Þannig að í þeim skilningi tengist gagnrýnir hugsun bara einfaldlega farsæld okkar. Enda hefur gagnrýnir hugsun lengi verið svona í raun og veru órjúfanlega tengd siðfræði. Það er ákveðin siðferðileg afstæða sem það felur í sér ef við segjum sem svo að við tökum ekki afstöðu menn og málefni nema hafa fyrir einhver haldbær rök. Við leysum ekki siðferðileg álitamál sem allt í kringum okkur nema með hjálp gagnrýninnar hugsunar. Við þurfum að meta þessa svona siðferðilegu innri rödd okkar, samviska okkar, öskrar stundum á okkur, réttlætiskendin og svo framvegis. Við þurfum að beita gagnrýninnar hugsun á þessar sterku tilfinningar sem vissulega hafa oft rétt fyrir sér. Og svo er náttúrulega gagnrýninnar hugsun leið til þekkingar og þekking ein og sér er náttúrulega í vissum skilningi ákveðin siðferðileg verðmæti. Þannig ég held að þegar við tökum þetta allt saman, þá er augljós hvers vegna við erum að gera þessa kröfu, eða hvers vegna þessi krafa er gerð að auka þátt gagnrýninnar hugsunar í menntun.